sömul. Þetta gekk aðeins brösulega hjá okkur af því að við erum með gesti í hljóðverinu, myndverinu. Já, ég var líka með allt í botni, sko, þú sagðir. Allt í botni. Sæl öll sömul. Og það eru hérna, já, 2 konur frá Þýskalandi sem eru að taka upp heimildaþátt Jafnréttisparadísina. Jafnréttisparadísina Ísland, Já. sem er kannski ekki jafn mikil paradís og já, sumir vilja státa sig af. Og við erum hluti af þeim þætti og ef þið heyrið hérna einhverja þýskumælandi konur að hvísla hérna bakvið, þá er það útskýringin. Herði, Það ætti ekki að heyrast. Sko, ég ætla að gera. Já. Bara fyrir ykkur sem eru sko með okkur á samfélagsmiðlum. Og ætla bara að taka mynd af þessu sem er að gerast hérna. Já, ok. Þannig, þá Herri, sjáum við ég ætla að setja hérna, ég ætla að ringi í Gúnda og biðja hann að setja hérna inn á 2 kalla Instagramið. Já, Ég ætla að taka hérna myndband af þér núna. ok. Herri, og svo bara hérna sjáum við að það eru hérna 2 Já. tökukonur hérna og allt, Ok. allt að verða Herðu, vitlaust á þetta er, tækjunum. já, þetta er gaman. Herðu, Haukur, Já. segð mér nú eitthvað smávegis. Herðu, Já, ég ætla að segja sögu. ok. Ég er búinn að monta með að ég sé hættur að rífast á internetinu. Það er, Hvernig gengur? ég fekk smá svona frákvarseinkenni. Nei. Ég fór í svona smá, átti erfiðan dag, Ok. skal viðurkenna það. En ég myndi samt segja sko, hvað maður að segja sko. Þetta var ekkert þannig sér sko. Ok. Þetta er svona eins og þú þekkir þetta sem AA maður sko. Fyrirvandi. Já, sko, já, sem edrú maður. Já, ok, ok. Að þú ert samt svolítið svona, þú þarft nú þitt nikotínfix og eitthvað svo leið sko. Talandum. Þetta er svona, já, fáðu þér hérna, smeltir sér í andlitið þér. Þetta var kannski meira þannig. Þú ert Pínu öðruvísi fix. Þú ert semst að segja að þetta sé fík. Nei, Að rífast við fólk á internetinu. allavega. Svo ég haldi ná frá með söguna. Ok. Þá var það þannig að sko, ég átti, ég setti ykkur 2-3 komment alltaf, setti ykkur 2-3 komment á Pappa Tips og eftir það fæ ég alltaf, bara, það er eiginlega bara eina sem ég sé á Facebook, þegar ég fyrir ekki á Facebook. Það er bara, algoritmin er bara, já, Haukur gerir rosa lítið á Facebook, heyrðu, hann var að gera eitthvað hérna. Við slum bara sína hann þetta. Ok. Þannig, Ok. ég datt í smá. Ok. Og sagan hefst að því að ég er svona eitthvað, ég var að gera eitthvað svona, ég var pínu annars hugar, en ég var samt með síman í höndunum, sem kemur inn á svolítið vandamál sem ég talaði um áður, símafing hérna sko. Jú. Og ég las eitthvað svona hérna, ég er með screenshot af þessu, fyrir gennum þetta með þér hérna, ég var að kaupa hérna Dyson Airfryer og fyrir konuna í Elko. Og svo er þetta eitthvað rosa hérna dýrvara og það er ekki hægt að downloada appinu, appi virkar ekki og má þetta bara. Og eina sem ég gæti lesið hérna var bara eitthvað, hvað meinar þú að vera keypt Airfryer fyrir konuna? Var þetta ekki bara Airfryer fyrir heimilið? Eða þú veist, voru þið ekki bara að fá ykkur Airfryer? Og ég skrifaði komment. Hvað skrifaði þér? Ég skrifaði, býtu búið þessast ekki saman. Ekkert annað. Finnst þér þetta, er þetta langt gengið það? Nei. Allavega, höldum áfram. Já. Ég fær svar, já, það kannski ber að taka fram að sá sem skrifar þetta á Pappa Tips heitir Anonymous Member. Já. Og það er svolítið svona þema þar. Já. En ég geri það aldrei af því ég kann það ekki. Nei. Og er bara vitleysingur. Og hvað meinaru? Og ég bara eitthvað, ég svara, mér fannst orðin en að gera fyrir konuna bara áhugaverð. Af því að þau breyta engu upplýsingarnar eða spurninguna sem þú ert að setja fram. Bara með þetta og hún byggi kannski bara ein. Fyrst þetta var fyrir hana. Og svo fyrir að koma svona alls konar skrítin svör. Ég bara eitthvað, hvað er í gangi? Ég skil ekkert alveg. Og svo hérna Anonymous Member 574, það er sérst annar. Hvað hjálpar þeir eitthvað að svara spurninguna og vita hvort þið búið saman eða ekki? Ég segi það er lunga búið að svara spurninguna. Það var komið hann í 20 komment sem app og eitthvað bla bla bla. Ég veist ekki einu svona Airfryer svar með app og ég hef ekkert vitað á þessum tækjum ég á ekki Airfryer. Nei. En þú samt ákast að fara í þessa umræðu? Og ég svara, já, það er búið að svara spurninguna. Mér finnst bara hvernig kallar tala um konur vera stærra mál en eitthvað app með Airfryer. Og þegar ég skrifaði þetta, þá fara hlutinir að koma í ljós. Ok. Býtu app með Airfryer?
Já, og þetta er ekki alveg orðið rétt en svona, ég er að lýsa þessu. Býtu, ertu búin að googla hvað þessi vara er sem hann er að spyrja um? Ég gerði það. Hún heitir sem sagt Dyson Airwrap og er ekki airfryer. Heldur krullujárn sem hann keypti fyrir konuna sína. Já, hann gerði ég mig bara að algjöru fíbli. Ég haf bara eitthvað, hvað meinar hann keypti þetta fyrir konuna þína? Æ, Haukur. Af því að ég held þetta verið airfryer en þetta heitir bara eitthvað airwrapper eða airwrap og er sem sagt einhvers konar hár. Þannig að þú gerðir þig að fíbli. Já. Þetta var þú varst í rauninni hálfvitin. Ég var hálfvitin. Sko, ég nefnilega og svo það var sko annar gæi sem skrifar hérna, það er Anonymous Member 273. Herðu sko, þú veist, það er ekkit þar með sagt að hann sjá að ryksuga. Hann sérst heldur þetta sé ryksuga. Af því þetta er frá Dyson. Og hérna, þú veist, ég sé flest á heimilinu en frúin sér að ryksuga og skúra. Þú veist, taktu þetta rauðsokku kjaftaður hausnum á þér sem virðist vera að kaffara öllu í seinni tíð. Þannig að hann var brjálaður yfir að ég var brjálaður yfir einhverju algjöru kjaftaði. Hérna, Haukur. Já. Ég bara að þetta var ekki planað en þetta tengist að því að ég sagði við þig, ég ætla að gefa þér afmælisgjöf. Hún er komin. Nei. Haukur, afmælisgjöfið þín sem að hérna ég lofaði grínast. Hún er komin. Ertu ekki að fíblast í mér? Til hamingju með afmælið daginn. Þetta er geðveikt. Vá, nú þarf fólk í alvörinu að horfa á YouTube sko. Já. Herðu, þetta var grín. Má ég sjá hérna skjáin hérna svo ég sjái. Ef þið eru á YouTube þá ég gerði það ekki, það sést ekki lýsingu hérna, við setjum mynd af þetta inn á Instagram. Þetta er sérst mynd frá Lóu. Jú. Ef ekki örugglega Hjálmtís. Jú. Og hérna sem að Þorsteinn var að setja inn á Instagram á okkur daginn. Þar sem að er hérna þetta er svo geðveikt. Vá, takk. Þetta er frá okkur Huldu sko, þetta er ekki bara ég. Takk kærlega. Og það er sem hvernig var lýsa þessu? Það er kona sem horfur honni í serióskál og það er maður honni í serióskálinni sem er að tala við hana. Og hún segir já og hann segir já hvað? Og hún segir já, ég lofa að hægt að rífast við hálfvita á netinu. Þetta gæti náttúrulega ekki verið sniðið betur á þér sko. Þetta er sturlað. Þannig að hérna Við geðum ramma á allt. Já, þetta bara gefur svona frá henni Lóu. Herðu, innilega, takk. Já, bara verðið að því. Hérna, ertu búið með hálfvitasöguna þína? Þú slóst mútið að læna þannig. Eða? Já. Viltu þá fara bara í eitthvað? Ég ætla að segja frá sem voru að svara, það er bara leiðilegt. Já, förum bara í eitthvað. Eitthvað dagsins, Haukur, fjallar MSG. Efnið, kryddið. Ok. Hvað eru að gera þarna? Ertu tilbúin? Nei. Ok, það sem að þessi viðbröð segja mér er sem að ég var pínur hræddur sko. Að ég var hræddur að þú vissir eitthvað þetta. MSG? Já. Ok. En þessi viðbröð segja mér að þú veist ekkert þetta. Og ég bara að spyrja, er þetta skammstöðun fyrir eitthvað? Eða ertu að tala kryddið? Ég er að tala kryddið. MSG kryddið? Já. Ok. Hérna, ég fekk ábendingu, ég segi bara takk fyrir þessi ábendingu, þetta er geðvegt. Ég meina þú veist að við förum út í búð og ætlum að kaupa eitthvað stöf, til dæmis krydd. Ég var að leita reyktri papriku daginn. Herri, ég fann einhverja reykta papriku og þar stóð á henni án MSG. Og það stendur oft sko, án MSG, ekkert MSG, eitthvað svona. En er vanalega MSG í reyktri papriku? Nei, ég meina Þetta er svona svo Seriós. Já. Seriós, það er búið framlega Seriós í 8000 ár og
svo bara allt í einu poppaði upp hérna glútenlaust á pökkunum. Já. Það var alltaf glútenlaust, sko. Já, einmitt. En sko, ég bara spyrja, þetta eitthvað þannig? En sko, þú heyrt að MSG sé hættulegt, ekki? Og svona óæskilegt, við viljum helst ekki MSG. Ég hef heyrt það, en ég hef líka heyrt að það sé bara kjaftaði. Einmitt, og það akkurat það sem ég að fara að tala um. Ok, ég til í það. Að sko, MSG ekki skaðlegt. Ok. Heldur, svo þekking innan gæðsalapa byggir á hysterískum miskilningi, lélugum rannsóknum og rasisma eða xenofóbíu. Hann eru við. Ok. Náður Annar náður mér, ég held að við erum að fara í lindár og dragár. Já, nei, en mér var gaman og helst það. Og sko, þegar ég fór daginn, ég ætla ekki að segja hver kom með þessu ábendingu, okay. En ég fór á stað daginn og þá sagði þessi mannskja við mig, herðu, hvað segir að fjalla, þið ættu endilega að fjalla MSG í eitthvað dagsins, okay. Og ég hugsa, ok, hún að gera grína mér hérna af því að ég var að tala um dragár og lindár, Svo hélt hún áfram og ég svona, holy shit, okay. Herðu, allavega, það grein, The Rotten Science Behind the MSG Scare í Science History Institute frá 2023 sem fer ofan í kjölinn á í rauninni þessu. Bara hvernig gerðist það að MSG var talið svona hættulegt og af hverju við fórum að forðast það. Upprunnin að þessu rakinn til 1968 þar sem að barnalæknir fer út að borða á með minni norður kínverskan veitingastað og eftir að hafa borðað þarna þá upplifði hann alls konar einkenni, höfuðverk og gleði og fleira. Okay. Og hann sem sagt 1968 fyrir að velta því fyrir sér hvað valdi eiginlega þessum einkennum sínum. Og skrifar grein í eitthvað læknablað þar sem að hann segir frá þessu og að velta því fyrir sér hvort að einhver viti eitthvað þetta. Og ég ætla að hlaupa rætt yfir þetta. Í rauninni það sem gerist í kjölfarið að fullt af læknum tóku til að svara og segja alls konar og tengdu þetta á einhvern hátt, einhvern veginn gerist það að þetta tengt við MSG-kryddið sem að segast í rauninni, mér minnir þetta komið frá Japan sem að síðan einhvern veginn fer inn í kínverska menningu og þannig ferða svona inn í vestræna heim, breiðist þar út en var semst, þetta var kallað Chinese Restaurant Syndrome og byggði á rannsóknum sem að þessi grein er að fara yfir bara svona eitthvað, það voru 6 einstaklingar í úrtaki, 8 að vera blind úrtak bara eins og rannsóknum þurfa að vera til þess að vera svona var það ekki að því að eitt sko sem átti að vera blindur var rannsakandinn sjálfur það bara að sturlun að lesa þetta bara Andrew Wakefield stemning bara. Nei, þetta í alvörinni, bara ég hveti ykkur til að lesa þetta er galið og það sem ennþá galnara finnst mér að ennþann dag í dag förum við árið 2025 út í búð og sjáum án MSG eins og það að vera eitthvað eftir svona verð. Ok, þannig að þetta var MSG hæslan lifir alveg ennþá maður finnur það. Já. Sko MSG að því ég skoða þetta eins og síðan bara hvað er MSG og eitthvað svona MSG er náttúrulegt efni. Okay. MSG finnst í tómatum, kartöflum, held í agúrku þetta finnst í fullt af grænmeti sko bara náttúrulegt, en MSG sem er í mat er búið til á verksmiðju er með sömu efnis eiginleikana og finnst í náttúrunni annað í þessu sem er líka áhugavert af því að þarna sem slæru MSG er hættulegt og við erum að forðast Chinese Restaurant Syndrome við erum að forðast þessa í rauninni hættulegu kínversku matarmenningu og þetta er eitthvað svona dýpri bandarísk eitthvað að saga öruglega verið talað um óhreinlandi og eitthvað álíka í sörumröðu. Já, og þar kemur xenofóbían sko og rasismin er þá vegna kynþáttar að húlitar en xenofóbían er þessi ótti við framandleika sem að við þekkjum ekki þannig að þetta er klálega xenofóbíst þessi ótti og náttúrulega bara hysterískur og byggir á svo miklu kjaftaði að það er ótrúlegt og svo skoða þetta líka meira að MSG er þetta náttúrulega efni og það hefur alla tíð verið í alls konar stöffi sem við erum að innbyrða án þess að setja spurningamerki við það. Þannig að þetta í rauninni verður til þess að fólk fyrir óttast þennan kínverska mat
á meðan að snakkframleiðendur voru alltaf að nota MSG, pakkasúpur voru með MSG, dósamatur voru með MSG var allt út allt og það ennþá í dag í sumir nammi og eitthvað og það heitir oft náttúrulegt bragðefni. Já, það tóku bara MSG titilin út. Pældi því, þetta allstaðar falið undir til dæmis náttúrulegt bragðaukandi efni, stundum bara ég man ekki alveg sko heitið á þessu monosodium glutamate MSG, þannig að sko glutamate stendur stundum í innihaldslýsingum og þá það MSG. Þetta var eitthvað dagsins. Ég ánægð með þetta. Finnst þér þetta ekki klikkað? Jú, þetta góði punktur svona alltaf til að hvað við segja, heimfara á hitt og þetta. Já. Af því að sko maður sér þetta sko þú bara, nú ætla ég bara að pínu að fara svolítið annað og þú dreifum mig aftur að landi ef ég komin eitthvað út á rúmsjó. En sko þetta pínu hvað að gerast núna? Hulda komið hérna prótein til að gera smakkan. Já. Auglýsa þetta eða? Nei. Ok. Ég veit ekkert hver gerir þetta. Vegan prótindykkur. Ég MSG í þessu? Tjekka það þig. Ég það gleraugun í það. Hvað gerir við gleraugun? Þú vildir ekki sína þig, þú settir hann á baku. Nei, ég bara sé ekkert með þau, skilur. Ég bara svitna og verið móða og eitthvað svo heitir inni. Já. Món sjá. Þetta eitthvað skakt. Hörru, ég sé nú ekki teltu núna. Herru, þetta Haltu árum að tala ég er bara spenntur að vita hvort það MSG í þessu. Það alltaf andskoti mikið í þessu glutamate. Það rosalega mikið að drasli í þessu. Já, þetta örugglega. Það vítamín í þessu. Hvað var ég að fara? Jú, heyrðu alveg rétt. Að sko þetta svona sjokker sko. Já. Það sjokker og hann lifir svo lengi. Já. Bara heyrðu, þetta hættulegt, ekki borða þetta er ógislegt. Það lifir áratugum saman. Og ég talaði ekkert mann Andrew Wakefield og bólu efna hræðsluna. Man endur ekki eftir því, já. Það sem að fólk tengir bóluefni við einhverfu. Að bólusetningar geti valdið einhverfu. Og það er svona vant. Eins gott við auglýstum þetta ekki. Új, hvað þetta er vond. Þetta er bara viðbjöður. Já. Ok. Þetta er eins og að drekka pappír eða eitthvað. Það er eitthvað hollt. Já, herru, bóluefni, Wakefield. Það er ennþann dag í dag. Við sjáum þetta bara seinast hérna í þessum sturlaða blaðamannafundi. Trump og Kennedy heilbrigðisráðherra og þessara pappakassa hana fyrir vestan að sko þetta kemur líka upp þar sko þetta lifir ennþá, það er ennþá verið að íta undir þetta bara þú veist, passið, þið eruð að gera börnin ykkar einhvern með að fara með því bólusending þetta kemur, þú veist, þannig frá Andrew Wakefield á sín tíma sem að falsaði rannsókn og bara gekk mjög langt í því þú veist, ég vissum að þetta MSG-dæmi var bara veistla við hliðina á því sem hann var að gera sko. Og svo er þetta dregið úr læknablaðinu þetta var í Lancet og hann missir læknaleyfið og allt þetta, það kemur ekkert í frétt þetta er ekkert skemmtilega fréttir, það kemur svona eitthvað klausa og kannski eitt og eitt svona virtar í fjölmiðl, birtir einhvers konar svona leiðréttingu heldur að það sé á topp 10 mest lesið dagsins fólk veit ekkert fólk sko fær kjaftaðið en ekki afréttarann sko sem segir þér að þetta var kjaftaði þess vegna lifir svona kjaftaði svo lengi Já, sko ég er náttúrulega verið að hugsa svona kjaftaðis, útbreiðslu kjaftaðis og bara upplýsinga óreiðu yfir höfuð að tengt sjálfum mér, ég er náttúrulega alltaf svo fullur af sjálfum mér og eigin sjálfsvorkun bara eins og þú veist, þetta estermál og bara líka bara með feminista almennt þú veist, sem að það er einhvern veginn þú veist, bara Hildur Lillindal það er ennþá verið að tala um eitthvað kjaftaði sem tengist henni sem að er löngu búið að leira þetta marg oft sko
og Ed Falag sem hefur ekki sko Já, stakt orð í ég veit ekki hvað mörg ár já, fyrir hún kom fram í þáttunum Hatur. já, reyndar, og en þú veist það er bara svo að hjakka Já, já. og tönnlast á þessu sko Já, og ég meina að sko eins og með þetta Chinese restaurant syndrom, sko þetta þarf alltaf, semst til þess að þetta haldi þá verður þetta að hengja sig á eitthvað skonar valdakerfi okay. þú veist, eitthvað sem að ég meina í þessu samhengi getum við sagt að hvíta fólki sé yfir Asíubúa hafið skilur við getum jaðsett þau og æfattur, þau liggja vel við höggi og það er auðvelt einhvern veginn fyrir svona þennan hvíta vestrana mann að svona, eitthvað svona kínverst, eitthvað svona Asíu rottikjöt já, eitthvað þannig, sko, rosa skrítið framandi xenofóbist dæmi sama með náttúrulega helvítis feministana sem að eru alltaf að gaggrina og sitja svo að háan hest og þykjast vera eitthvað sko, eru undir valdina gaggrina valdið en fólk upplifir til dæmis feminista og hildi mögulega mig, sko, fyrir ofan það í valdakerfinu og bregst þannig við með því að bara hamast og hamast sem er svo áhugavert að því að fólk gerir það almennt ekki við neitt annan nema að þú sért að einhverju leiti undir í valdakerfinu. Við erum að tala um flóttafólk, við erum að tala um útlendinga, við erum að tala um feminista sem gaggrina, við erum að tala um þolendur kynferðisofbeldis, við erum að, skilu, þetta bara á við allt. Fatlað fólk, bara ef fatlað fólk til dæmis gaggrinir svona eibúl-ismann, þá náttúrulega er bara, þá farið fatlað fólk heldur betur að heyra það fyrir að vera entitled drasl sem að bara á ekki rétt á að lifa, sko. Bara þá halda kjafti og vera þakklátt fyrir það að fá að draga sér súrefni. Já. Og fólk er bara alveg til í þetta gaggrinslaust bara hoppar á vagnin helvítis fatlaða eitthvað ekki verið að borga nóg undir fyrir ykkur já spreða sköttunum vinum í ykkur já og sama með náttúrulega innflytjendur og flóttafólk og svo framvegis alltaf þarf þetta einhvern veginn og þú veist það er svo mikill hiti það er svo og þetta er alltaf tengt valdakerfinu. Hvar er þessi hópur sem ég er svona óbáslega til í að hata? Hvar raðast hann innan samfélagsgerðarinnar og innan, sko, ef að segja, hversu nálægt það er völdum? Og það er að tala um almennt. Ég er ekki að tala um að þessir einstaklingar sem er alveg brjálaður á internetinu og kommentarkerunum hafi einhver endilega völd nema bara fyrir það að tilheyra hópi einstaklinga sem að í sögulegu og menningarlegu samhengi eru nálægt völdum. Þá er ég að tala um að vera gagginhneigður, hvítur, þú veist, tala íslensku, ófatlaður og svo framvegis. Okay. Og bara, ég er bara búin að vera mjög hugsi yfir þessu. Þessari svona, já, í rauninni hversu auðvelt það er að skapa þennan ótta, og skapa þessa fyrirlitningu og skapa stemningu sem að já, er til í að fordæma MSG á okkurum veikum grunni, er til í að fordæma baratukonur fyrir betri heimi ánendilega réttar upplýsingar, skiptir engu máli en er tilbúið til þess að styðja einstaklinga sem að ljúga kerfisbundið bara eins og Donald Trump þannig að það er bara hans taktík að ljúga og ljúga bara nógu mikið þannig að það er ekki hægt að þú veist, leiðrétta, það er bara of mikið af legum já og bara það er svo skrítið element sko að því að núna er svo auðvelt að sína fram á að sumt sem hann segir, eða margt flest er ekki rétt já. Og bara með, þú veist þegar það kemur eitthvað svona bara eins og þetta sem er að tala um áðan bara það kemur eitthvað svona absúrt eins og bara, heyrðu, við erum bara búin að ákveða að það er Tylenol sem er bara, þú veist ég meina virka lyfjaefnið í því er bara paracetamol það er það sem að veldur aukningu í einhverfu eða bara veldur einhverfu þú veist, það er svo auðvelt að sína fram á að þetta gangi ekki upp allir sérfræðingar eru bara, heyrðu hvaða rugl er í gangi hérna þetta er bara þetta eru lygar en samt rúllar þetta bara áfram og maður hugsa bara, þú veist er þá fólkið sem styður henni einu og öllu fær það aldrei að heyra hinna hliðina er þú veist
algoritminn og þeirra vendaða umhverfi þeirra bergmálshellir, svo við stelum nú orðið frá hinni hérna hliðinni sko, það algjörlega búið að einangra þetta fólk eða heyrir það þetta, lesi þetta, ákveður, það ekkert að marka þessa sérfræðinga, paracetamol.com bara að borga þeim öllum fyrir að segja þetta, bara paracetamol kallinn, þú veist, eða whatever, að sko, þú veist, bara hvernig virkar það að bulla og ljúga og vera með hérna, upplýsingaóreiðu, falskar fréttir og svo framvegis án þess að það hafi nein áhrif nema meiri sundrungu. Já, ég er líka bara að hugsa mér svo áhugavert sko, að því að það er svo auðvelt fyrir sumt fólk að missa svona credibility, áræðanleika og trúverleika en það er eins og alveg sama hvað, þá missa sumir einstaklingar aldrei credibility eða sitt, eins og bara Trump, hann missir aldrei neitt credibility, hann getur logið, hann getur verið kærður, hann getur verið sakfelldur, hann getur sagt algjörum viðbjóð sem við flestum kringumstæðum, fordæmum, hann getur sagt þetta allt saman, en ég meina, þú veist, þetta er búið og eitthvað svona, en annað fólk sem að, ég ætla að segja, er neðar í virðingarstiga samfélagsgerðarinnar, það getur ekki svo mikið sem misti sig einu sinni á einhvern pínlítinn skala, þá er það fullkomlega ómarktækt, það er fullkomlega ekki aldrei undir neinum kringstæðum í engum málefni hægt að taka mark á þeim, af því að þau eru bara þetta sem þau gerðu einu sinni óvart eitthvað. Og þú veist, ertu að tala um Ester eða? Meðal annars. Nei, ég meina í alvörunni, af því að það eru klárlega mistök hjá mér, og ég ætla að segja það aftur, ég ætla að ítreka þessum þætti áður en að þú kemur, að það voru mistök að nefna Ester. Ég hins vegar, þetta voru, sko, og bara ég ætla að rifja upp fyrir fólk sem veit ekki, en heyriði af Ester-dæminu, þetta voru 2 story sem ég setti. Ég var að gagnrýna vinnubröð Bónus við það að veljum bækur og ég hvatti fólk sem vildi sjá bókina í Bónus að hafa samband við Bónus. Mistökin sem ég geri er að skrifa ekki Bónus, heldur skrifa í Ester. Ester@Bónus. Já, það eru mistökin sem ég geri. Og það er bara, þú veist, það er einhver entitlement og kallremba í mér að einhvern veginn svona bara beina kvadvísi, smáreiði, pyrringur, shit happens, en bara þú veist, hversu oft á dag gerir Trump svona hluti og allir, ekki allir, það eru 2 fylkingar, fólk er bara, það skiptir einhver máli. Heldur að það sé, þú veist, talar þetta inn í þennan valdastruktúr sem þú veist að tala um? Já, klálega. Já, akkurat, en þú veist, en Donald Trump er náttúrulega svolítið íkt dæmi, þú veist, ég bara meina, í rauninni allir einstaklingar sem að, eru ekki aðsettir eða taka sér ekki stöðu gegn valdinu á einhvern nátt, og ég meina, kenningar kallmennsku, við erum með hegemonic masculinity og svo erum við með complicit masculinity og svo erum við með jaðar kallmennsku, þú veist, í rauninni ráðandi kallmennskan, hegemonic og síðan þessi samsæktar, complicit eitthvað, þetta tala saman, þar að segja flestir kallar sem að í rauninni mótmæla ekki, að hafna ekki, að gaggrina ekki ríkjandi stöðu kallmennskunar eða ríkjandi kallmennskuna, græða á því. Hinir græðum á status quo. Já, hinir sem að voga sér að fara út fyrir normið, gaggrina, benda á eins og þú gerir til dæmis á internetinu mjög oft og reglulega, virðistur að háður því alltaf minka að kemur í bylgjum, að þeir sko eiginlega alveg að hætta valdið, ég hætti að því fekk þessu gjöf. Já, ok, valdið bara, og það er svo, þetta hljómar eins og maður sé með einhverja samsæðiskenningu, en ég vona að fólk bara sem að skilur þetta ekki alveg sé tilbúið til að skoða hvað, þegar ég segi vald og vera nálægt valdinu, norminu, viðmiðinu innan samfélagsins, fatti hvert ég er að fara með því. Þannig að ef þú ert einhvers staðar, setur þig upp á móti þessu mainstream valdinu, þá mátt þú aldrei gera mistök, þú mátt aldrei hugsanlega mögulega eiga eitthvað sögótt við einhvers staðar, vegna þess þá munt þú bara, þegar ég verður cancelað. Og ég reynda að sagða við blaðakonum sem er með okkur að eitt af því sem að sko feministar mega aldrei gera undir nokkurum kringustæðum, það er að byrjast afsökunar.
bara í alvörinni við sjáum bara dæmi í gegnum sögun okkar konur sem eru róttækir feministar segja sorry, sko fyrir eitthvað sem að þarf ekki einu svona að vera eitthvað sem að er á þau eða eitthvað rosalegt það er bara ef þú ætlar einhvern veginn að segja sorry, afsakið, fyrirgefið bara sorry, það verður þinn dauðadómur. Aha. Já, okay. Ég ætla bara að standa við það feminista mig aldrei segja sorry. Þetta talar líka svolítið inn í sko munin sem við sjáum ef við færum okkur bara hérna yfir aftur til Íslands sko og hættum að tala um Trump Já. er sko að hérna það er rosalega munur á því og nú erum við bara að tala um almenningsálitið það virðist vera rosalega munur á því hvort sko hvað er í lagi að stjórnmálamaður í vinstri sinnuðum flokki segi eða geri versus hvað er í lagi að stjórnmálamaður í hægri sinnuðum flokki segi eða geri varðandi hnekkina sem hann hlýtur álitshnekkina og í rauninni tilkall til ábyrgðar við erum með alls konar svona dæmi við erum bara með hérna hvað heitir hann? Þórður Snær, sem var á leiðinu á þing fyrir samfylkinguna þá grefur skrýmsladeildin upp hérna, hann var einu sinni með ógeðslegt blogg bara eins og, þú veist, þú talar að þú hefur verið með skilur og þú veist það er pottið að finna eitthvað svona það er auðvitað auðvelt að finna eitthvað ógeðslegt frá mér á netinu líka, frá því fyrir 15 árum ég er ekki að gera lítið úr því sem maður sagði, bara enga veginn þetta var viðbjöður og bara, þú veist en það fordæmdu það allir og hann sjálfur líka það er ekki það sem ég er að tala með það sem ég er að tala með að ef við erum með, segjum bara mann á sama aldri í miðflóknum heldur að hann hefði hætt að vera að setjast á þing heldur að hann hefði verið krafin að hætta við það heldur að þetta hefði orðið eitthvað svona mál ég ætla bara að leyfa mér að fulli það og hvaða fokking tvískinningur er þetta? Nei, við höfum alltaf bara þingmenn á þingi í dag sem voru bara inn í miðju hérna klaustursmálsins sko og ef einhver vogar sér að minnast á klaustursmáli þá er það náttúrulega bara einelti en alltaf bara rifja upp eitthvað sem er gamalt og af því að það er gamalt þá átti það sér eiginlega ekki stað Akkurat, en ef það er feministi eða einhver sem er í vinstriflokki þá skulum við aldrei gleyma eins og bara þessi ógeðslegi feministi sem að vogaði sér að taka upp enga samtala á klaustrinu mitt hún fær nú aldeilis að heyra það enn þann dag í dag heldur betur, en það heyrist ekkert í henni herðu, má bjóða þær að koma að trúna ertu reiðbúinn? Já ok Herðu, Þorsteinn, við erum búin að vera hérna í hálft ár. Já. Þetta er þáttur númer 25, eiginlega 26 af því við vorum með intro þátt. Já. Þannig að það er komið hálft ár hjá okkur og mjög fljótlega í þessu ferðalagi okkar þá fór ég að finna fyrir ákveðnu þrýstingi. Og hann er búin að leiða mig á ákveðna braut ég held ég viti hvað það var að sem ég ætla að segja þér frá í dag og ég ætla að segja þér frá því að ég er komið með sálfræðing Hvað? Eruð þið að heyra þetta? Ég er búin að fara til sálfræðings Haukur er búin að fara til sálfræðings? Já Haukur, hver djöfullin? Já Byrju, og segðu mér meira Ég skal segja meira Ég fann mér hennan fína sálfræðing eftir, hvað ég segja töluverða pressu töluverð loforð að líf mitt myndi breytast til eins betra og ekki bara líf mitt heldur líf fólksins í kringum mig Jú, stendur það og ég er svona, þetta var kannski þetta var einhvern veginn, hvað ég segja það lá í loftinu, ég kemst eða ekkert upp með annað Já En ég, það hefur líka verið svolítið svona þema hjá okkur, við tökum áskorunum Jú. Og við förum út fyrir ramman, við förum í óþægilegt umhverfi ef að þess krefur Jú. Og ég sem sagt, við byrjuðum á því að hittast nokkur sinnum bara online í rauninni og þar
var ég svona aðeins að segja frá, hvað ég segja, bakgrunni mínum, reyna að segja frá, hvað ég segja, hlutum sem líklega krumpuðu þetta blað sem ég er, sko. Ég sem skildu eftir sig þessar krumpur. og svo er ég búin að vera að reyna að sletta úr þeim bara svona sjálfur með tímanum. Og gæti kannski þurfti ykkur aðstof við það. Og ég var að svara ykkur kvörðum. Og ég get sagt þér það, Þorsteinn, að samkvæmt sérfræðingi, þá er ég ekki með OCD. Ég var alveg svo sem búin að éta þá í mig. Ég er ekki með kvíða. Nei. Ég er svona, ég er á mörkum en ekkert svona lágagraf. Og það sama með þunglindi. Nei, hættu nú alveg. Nei. Þannig að ég sagði bara takk fyrir mig og borgaði og fór. Nei, tjók. Býttu þú, þetta kemur hendur óvart. Já. Þannig að krumpunar eru skrýtnar. Þú varst að vera heiðalegur, eða ekki alveg? Jú. Já. Þannig að krumpunar eru skrýtnar. Og svo mætti ég í svona face to face tíma, svona alvöru sálfræði tíma. Ekki segja hitt að ekki vera alvöru, en þú veist, að svona vera á staðnum með svolítið öðru stemning. Og það var alveg bara það var eiginlega bara svolítið merkilegt. Já. Segðu mér. Þetta var bara svona allir pakkin. Ég bara lá á bekk, sko. Bara eins og í teiknimynd. Og átti bara að vera með lokuð augun og ég fór í ferðalagi í hausnum, sko. Þú hefur farið í eitthvað svona MDR-dæmi? Nei, en það var svona hvað kallaði þetta? Partavinna. Ok. Og ég var að vinna með í rauninni þú veist, ég vil sjá þetta fyrir mér sem svona eitthvað svona taugabraut, sko, eitthvað sem hefur myndast þegar ég var yngri sem gerir ég er að tengja þetta við svona 10-12 ára aldur sem að gerir, sko sem orsakar það enn þann dag í dag að ég hef ekki bjargráð, hef ekki ráð til þess að komast út úr ákveðnum hugsunarhætti eða aðstæðum ef ég reyna að orða þetta svona almennt og við erum aðeins að vinna með það og sálfræðingurinn minn sagði að ég hefði verið rosalega duglegur og bara mjög greinilega alveg tilbúinn til að díla við þetta sem kom mér sennilega mest á óvart en sko kemur mér enda líka smá á óvart en gekk mjög vel og bara sem sagt nú veit ég ekki hversu mikil áhrif þetta hefur á það sem ég er að tala um áðan sem sagt breytinguna við í aðstæðanum eða þú veist að ná stjórn á tilfinningum og hugsunum nema að þar fari fram ykkur meiri meðferð sem að, þú veist, ég á að bóka annan tíma skilur, þú veist, þetta heldur áfram en sko, ég fann samt strax ég skal viðurkenna það þó svo ég hafi reyndar talað í online tímanum oft bara eitthvað, já, ég held að þetta sem þú veist að nefna hérna sé ekki eitthvað sem henda mér þá var ég búin að fara að lesa það og ég var búin að sjá eitthvað svona þú veist, þetta bendir svona hitt og þetta til þess að þetta sé kannski virki fyrir suma en aðrir hafa sagt að þetta sé ekki science-based bla 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 þannig að ég var erfiður skjólstæðingur Þess vegna skil ég hvers vegna þá var ekki reynt að fara með því gegnum hugræna atferlismeðferð eitthvað sem er rökrétt og vitrænt heldur farið bara beint í svona emotional tilfinninga eða hvað? Ég veit ekki, sko, nú er ég ekki er ekki sálfræðingur, sko en ég heldur svo sem mikla reynslu sem en sko allavega, þetta endar með því að við prófum þetta og og ég fann alveg svona mér fannst sko spurningarnar sem að ég var að fá frá sálfræðingnum á meðan ég var í þessari þessum hugsunum þessari, þú veist, ég langar ekki að kalla leiðslu, þú veist, ég var alveg með fulla meðvitund og allt það, en við vorum samt svolítið stödd á svolítið öðrum stað í lífi mínu, sko hvað var ég að segja? Já, spurningarnar með sumar af þeim voru bara svo ógeðslega góðar bara ég bara fekk svona bara ég hef aldrei pælt í þessu ég hef aldrei hugsað þetta svona mér fannst það svo klikkað þannig að þar kom held ég þessi náttúrulega reynsla og bara þessi sérfræði þekking
hún svona svinnvirkaði á mig þarna og ég náði alveg svona ákveðnu closure við 10-12 ára gamla mig og það sem að hann eða ég var að gangi gegnum á þeim tíma og ég bara við ekki það bara og við finnst ekki skömma því að ég lá bara grátandi á bekknum í fyrsta sálfræðitíma. Hættu alveg, Haukur. Fyrsta alveg sálfræðitíma. Nei sko ég ætla að segja þér, Haukur, með að við þetta sem ég þekki af þér að sko það þú hafi farið að gráta í þessum tíma náttúrulega segir mér bara hversu óbóðslega góður tími þetta var en líka hversu djúpt þetta hefur verið það að segja hversu djúpt þú hefur farið í þessari vinnu það finnst mér eiginlega alveg galið af því að ég hef einu sinni sko ég er nokkuð svona tárast og einu sinni algjörlega bara mist mig, ég greit svo mikið og það var ég veit aldrei muni, ég held alltaf að ég var í EMDR en kannski var ég í partavinnu eða ég veit ekki hvað það kallast, ég var allan í einhverju úrvinnslu þegar ég missi mig bara og bara ég semst með loku augun og eitthvað sækja einhverja minningar og eitthvað fleiri og ég bara tetra og bara ég get ekki hætt að gráta að það var eftir marga sálfræðitíma. Þetta var svona ég var ekki með hljómar eins og sé ykkur rosa kall að afsaka mig sko, ég hef ekki grátið mjög mikið en sko já, þú veist, þetta var ekki alveg svona einhver ekkas og bara óstjórnlegu grátur heldur þú veist, að lágu bara tá þegar ég var svona eiginlega bara svolítið að sjá þetta í öðru ljósi út af þessum spurningum og svona, já, og þessu ljósi sem að sálfræðingun var að varpa á mína upplifun og þetta var líka því þú segir að það hefur verið hvað sagður, djúpt á þessu eða eitthvað sliðis? Nei, bara djúp vinna í þessum tíma. Já, að sko, það var svo augljóst alveg frá því að við prófuðum bara, þú veist, að byrja á þessu að það var akkurat þetta þessi partur, þessi minning, þessi taugabraut í hausnum á mér að það var það sem að ég vildi fara í fyrst sko. Þannig að þetta var frekar klikkuð upplifun og svo bara verður framhaldið að koma í ljós sko. Þú ert bara rétt að byrja en shit hvað þetta lofa góðum maður, wow þetta er rosalegt ykkur, ég segi bara til hamingju takk fyrir það en sko, þetta tók ekki nema 40 ár nei, jésús hvað eða 30 ár kannski síðan ég held að hlustendur og ekki síst kannski eiginkona mín verður glöð að heyra þetta og ég held að hlustendur glæðist með okkur. Já, ég bara tek við fleiri gjöfum og bara blóm og kransar vinsalast þakka þér. Já, en sko mér langar samt bara að því að þú ferð inn í þetta að segja sko já, ég veit ekki bara með, þetta er svo merkilegt sko þessi vinna, þessi tiltekna vinna svona úrvinnsla og að þetta hljómar fyrir ef maður reynir að útskýra þetta bæði EMDR eitthvað svona sem maður er elda putta eða vera að tappa á mann eða maður á að hugsa þú veist, maður á að finna einhverja tilfinningu þegar maður segja frá einhverju, hvar manstu fyrst eftir þessari tilfinningu, maður á að reyna að halda í hana að sko mér á að benda á að það sem að gerist og aftur, ég er ekki sérfræðingur, ég er bara að lýsa reynslu að mér á að benda á að ég væri eða hefði þróað með mér svo sterka það sem að kalla varnarparta eða sem er eiginlega bara varnarmekanismi svona eitthvað svona bjargráð eða survivor eitthvað til þess að lifa af bara eftir eitthvað, einhverju upplifun eða erfiða reynslu að það sem gerðist í hvert einasta skipti sem ég var að reyna að heimsækja tilfinningu bara ég var að lýsa einhverju ákveðna tilfinningu? Nei, ég var bara að lýsa einhverjum atburði þú veist, bara þetta gerðist og þá spyrir sálfræðingurinn oft spurði ok, hvar finnur þessa tilfinningu eða hvað tilfinningu finnur og hvar finnur hana og ég svona bendi á eitthvað í maganum eitthvað svona, ok, haldi þessa tilfinningu og ég segi, ok og svo annars oft þá og þá segir hún, já ok, haldi nú áfram eitthvað svona, eða segir mér eitthvað svona og ég svona, hvað var að tala? Það var bara farið? Það var bara alveg farið okay. Og bara, það var ekki eins og klú það var ekki, oft sem það gerðist ég hafði enga hugmyndum hvað ég var að segja okay.
og svo líka þegar ég myndi það og ég bara fókus bara, ok, tilfinningin hérna ég ætla að halda í þessa tilfinningu sé hvað þið vant maður og ætla alveg að marinera mig og alveg bara grípa þessa tilfinningu og þá bara fórum bara ég gat ekki haldið í svona erfiðar óþægilega tilfinningar og þá vildu meina að það væri bara varnarmekanismi minn sem mjög algengt með fólk sem hefur upplifað svona komplex trauma eða eitthvað að það getur bara algjörlega hunsað tilfinningarnir eða líkamann sinn þú veist og ég selði það ekki dýrunni keypti það en þau sem eru afreks til dæmis bara geta hlaupið 500 kilometra eða eru afburða í fimmleikum eða eitthvað það er mjög algengt að þau hafi upplifað eitthvað hella trauma. Heyrðu, ég ætla að segja það rétt sálfræðingurinn minn reyndi einmitt þetta að semst ekki í tímanum sem við hittumst heldur í online undan því að þú veist og ég var líka að gera eitthvað svona æfingar að prófa að sko einmitt, hvar finnur þessi tilfinningu og hvar finnur þessi tilfinningu og ég var alltaf bara hvað ertu að tala tilfinningar eru í hausnum að þér það er ekkert tilfinning í maganum ég er bara þarna sko og sálfræðingurinn var svona eitthvað heyrðu, já ok, ég held að það eitt af því sem að gæti amað að er að þú ert ekki nógu vel tengdur við líkamann ég hugsa bara, þú veist, ég er bara rökhugsun þú ert bara kall maður með rökhugsun og ég bara veit það að tilfinningar eru bara taugabóð í heilanum á þér og þær eru í heilanum á þér alveg ótengdar líkamannum þær eru ekkert í hjartanu á þér það er engin þú veist, það virkar ekki þannig þannig ég er bara þarna sko og þannig að við sveigðum af þessari braut bara herðu við reynum þetta ekki núna okay. og ég veit það ekki þannig að það eftir að gerast, þú ert eftir kannski að tengjast líkamannum betur já, eða þá ég get afsanna það og sýnt fram á þetta sem bara eitthvað kjaftaði já annarkvort, ekki? Jú, bara heimsækja Aristoteles á Platón, bara þær kenningar allar herðu, við ekki bara fara, ertu búinn eða viltu fara meira? Ég er bara að finna tæmirinn fyrir hlustanda, já, ég er góður bara hendum okkur í það yes. Jæja, hvað fáum við í dag? Hvað fáum við hérna? Og meðan þú ert að gera þetta Já. ég ætla að minna hlustundur á að sendi okkur inn á Instagram eða einhver skilabóðum, helst á Instagram með 2 kallar sendið okkur endilega áskorun Já, og hún má vera betri en þessi Nú Þessi er ekki góð Þig, Sorry Maria Eldey sem að sendir þetta en kannski finnst mér bara því hún konur svo djúpt sko. En hún er svona, ég ætla að setja tæmirinn að staða strax Hvað þurfa ungir menn innan svega cirka 14-20 ára að vita um skegg og skegghirðu? Eru við eitthvað lífstílspodcast hérna? Tískupodcast? Já, okkar hlustendur eru greinilega að velta ýmsu fyrir Ég er með eitt sem er þetta strax í Já, ok og þá að því að vera að tala um hana 14 ára eitthvað og það er svona ekki reyna að vera með skegg þú ert ekki með skegg þú ert með 14 hár á hugunni, taktu það af þetta kemur setna, engar áhyggjur en ekki núna það minnir mig á þegar ég var í man ekki 11-12 eitthvað þá byrjaði ég að fá híjung nema híjungurinn, ég veit ekki svo hvort ég held að sjáast ekki í mynd sko, var hérna á hökunni og virtist spretta upp úr einu tilteknu svæði bara eitt svæði, þar sem að kom alltaf svona híjungur, þannig að sem ég gerði ég tók rafmagnsrakurinn hans afa og rakaði, bara alltaf ég sá þetta rakaði, gerði þetta alltaf rakaði, bara nákvæmlega bara það svæði, bara þennan bletta þegar þarna komið það herru, svo bara fekk ég skegg bara þar akkurat þannig ég var alltaf bara með geðið mikið skegg á einum bletti við erum að tala um bara svona eins og fæðingablettur sko. Það var mjög vandræðalegt en já, ég er sammála, ég meina já, ég ætla að segja einstaklingar sem fara á bara strákar sem er að fá hárvöxt, þú veist þurfa að raka af því annars verður þetta bara eins og svona bifurhár og það er bara sóðalegt sko þannig að það þarf að raka bara Já, bara þetta er bara þolinmæði, þú veist, bara þetta kemur fyrir eitthvað fljótt þegar þetta kemur Já, en sumir fá náttúrulega ekki ekki svona mótt eins og þú eða svona skegg eins og ég, sko Nei, svona glæsilega móttið og glæsilegt skegg eins og Nei. En sem ég ætla að segja er sko Nei, ég meina ég er með mjög þétt skegg Já, alveg, bara það sést ekki í þig nema kannski einn blettur sem að
Allt Nei. öðruvísi en allt hitt. Ég er meira svo komið hár. Já, Við töluðum ekkert um það. Ég er endar, töluðum það hérna við fólki sem er með okkur í hljóðverinu. Þetta verið fyrst skipti sem að þú er komið með klippingu. Ég er bara nýbúin í klippingu í fyrst skipti í 3 ára. Nú ert það ekki lengur þessa bánsi. Nei, nú er bara flottur, glæsfur strákur. Herðu, en með skeggkýrðuna? Já. Almennt, þú veist, þegar maður er komið með skegg, er eitthvað svona sem þú hefur lært? Nei. Nú ert þú mikið í að skafa þig, sé ég? Nei, ég nefnilega var alltaf þar og ég hætti því alveg. Nú, hvað ég fekk mér sko svona slétt ég skóf mig alltaf en náttúrulega ég hef eiginlega alltaf verið með skegg bara frá því að ég gat verið með skegg þá var ég náttúrulega síðhærður rétt, og með mikið skegg og mikill þungar okkari og ég nefndi aldrei að raka mig svo, þú veist, mér finnst ekki að vera langt síðan það er það örugglega ef ég fyrir að pæla í því, það er örugglega 10 ára eða eitthvað sem ég fór að raka mig alltaf og ég var bara alveg rakaður og mér fannst það svo tímafrekt að vera með sköfuna alltaf og það er svo mikið það er svo mikið verkefni að ég keypti mér rakvél sem er ekki ég man ekki hvað þetta er ekki með svona 3 hringlaga hausum heldur með svona einum flötum svona beinum haus. Já, bara trimmer í rauninni. Nei, ekki trimmer þetta er, ég held að sé aðalega merkið Brown sem gerir þessar vélar og þær fara aðeins dýbra en hinnar þannig að þú nærð meira clean shave. Já, ég sé að þú ert bara eins og skafaður sko. Ég reyndi að gera þetta fyrir 1,5 klukkutíma þannig að það spilar inn ég er bara nýbúin að raka en þú ert samt mjög sléttur. Já, og það tekur bara 2 mínútur þannig ég er bara þar sko. Já, ég er náttúrulega með skegg sko þannig að þegar ég læta bara vaksa þá náttúrulega er ég bara eins og úlfur þannig að ég þarf að trimma það sko það sem að ég hef eins og lært er að já, með skeggum þú veist, 14-20 ára, þú ert alltaf komið með skegg ef ekki bara segja mjög mismunandi ég var alveg með nemendur í 10. bekk sem voru bara full skeggjaðir og sumir sem voru veist, bara áttu land í land og sumir náttúrulega fá aldrei þéttan skeggvöxt allstaðar þú veist, bara til við þitt, það er bara þannig hálfa mynd eftir, einhver ráð í lokin Já, ég ætla að segja, þú ert að raka með rótinni ekki á móti ég læri það að klippa, það er mjög mikilvægt raka með rótinni og sko, til þess skegg það vex í allar áttir, allar hjá mér þannig að ég þarf alls konar mismunandi áttir undir hjá mér sko, af því ég skóð mig alltaf þá var ég með meðvitaður um það og hérna undir sko, á hálsinum það er mjög hættulegt sveiði og þar vex skegg í alls konar áttir þannig að bara fara á aðlega þar sko. Strekkja húðinni eða úrst að skafa já, en hérna þetta var nú ágætt, sko, ef við ekki haldið þessu undir klukkutíma svona í eitt skipti, við erum búin að vera rosa langi núna undanfarið Jú Eða, veist, við eigum samt alveg það mætti halda að við höfum æft okkur fyrir hann þátt við erum, þú veist, svo sem var góðir það var ekkert blaður Nei, það var blaður Hvað mennur það? Blaður hvað? Nei, meina. Við erum aldrei að bladra eitthvað eitthvað kjaftaði Nei, þetta er ekki þess að þetta sé ykkur í 2 kallar að setjast niður á svo með handrit og svo bara láta dæluna ganga klukkutíma og íta svo bara play Nei, við erum alltaf með handrit Já, ok Er þú ekki með handrit? Hvað er það? Ha? Ertu að meina punta? Punta eitthvað? Þetta er bara mjög strúktúra, við erum með Svolítið dagsins, við erum með Trúnó, við erum með eitthvað, við erum með hlustanda Eitthvað dagsins Svolítið líka Já, það er bara svona Svolítið, já, það er sant, það er inn í rammanum Já Og þessi rammi Byrjun dagsins, Svolítið dagsins, Saga dagsins Já, ég meina þú ert kassalaga, ég er kassalaga Já Þetta er þægilegt að vinna í kassa Það er nefnilega rosa gott En eins og hlustendur vita, þá förum við vítt og breytt Jú En akkirið er alltaf til staðar Þannig að við erum aldrei að fara í eitthvað rugl Nei Aldrei, við erum alltaf á topic eins og núna Við erum alveg að tala um topicið okkar Þetta er akkurat það sem við ætlum að tala um Þetta var í handritinu Já Nei, þú sér hvað ég er að tegja lópan, eða ekki? Já, þú ert að býja eftir einhverju fyndnu svo getur ítt að taka hann Já ég þekki því, sko